Ok, finnst ykkur ekki öllum þetta geggjað uppáslag, maður heyra? Gott, við elskum íslenska þjóðsönginn. Hann er einn þjóðarinnar, ekki ríkisstjórnarinnar. Ok, geggjað. Við byrjum ekki á pólitískum nótum. Herðu, ok, bara velkomin. Hverjir hafa séð spunasýningu áður, maður heyra? Ok, og þeir sem hafa ekki komið á spunasýningu áður, verið aðeins meira svona high-pitched í ykkar svona woo, að þetta var svona woo. Ok, hverjir hafa ekki komið áður á spunasýningu? Ok, geggjað, velkomin á fyrstu spunasýningun ykkar. Það sem við gerum hérna er bara spunnið á staðnum. Þetta er ekkert svona fyrirfram ákveðið, nema bara, þú veist, svona kveikjurnar af því sem við gerum. Af því að við ætlum að fara í nokkur form fyrir ykkur. Fyrsta heitir hérna, í fréttum að þetta helst. Þannig að við erum búin að pikka út bara svona helstu frétti mánaðarins til þess að svona aðeins að taka fyrir hérna á sviðinu. Svo verður atriði sem heitir næstur á svið. Þið fáum nánari kynningur af því síðar. Ok, takk. Yes! Herðu, en ég held að, má ég fá eitt svona, er ekki allir í stuði? Ok, nice. Herðu, þá ætlum við bara að vinda okkur í fréttum er þetta helst. Kannski byrja að segja að, þú veist, we feel for you who lost your jobs. Ok, en þetta er náttúrulega stærsta fréttin í mánuðinum. Þetta er svona sorgarspunni. Nei, en hérna, þú veist, það er margt áhugavert í þessu, náttúrulega bara, ég tapaði peningum. Það eru hlutabréf? Nei, ekki hlutabréf, ég var bara eitthvað, það var seinkun og ég átti eftir að borga þannig lögbundnu bæturnar. We feel for you. We feel for you, just say. Já. Óvænt en líka mjög leiðilegt. Mér finnst eins og ég hafi ekki verið að kaupa flug með Play í svona 3 ár. Þetta var ekki óvænt. Það er svo sann. Ég er búin að bíða eftir að þetta... Nei, ok, ekki alveg, en þú veist. Og svo var náttúrulega líka ástæðan fyrir að þetta var kannski ekki óvænt þegar þau voru búin að stofna annað félag, búin að fá 2,5 milljarða króna fjárfestingu í félagið sem var bara með sem sagt veði í félaginu sem voru nýbúin að stofna á Möltu. Og fyrir þá sem vita ekki hvað veð er, þá er það að ef þú lætur eitthvað fá pening og farið ekki peningin tilbaka, þá farið þessa eign tilbaka. Mér fannst líka... Ég skildi þetta eftir ekki, ég veit ekki. En mér fannst líka smá erfitt, þú veist, af því að fólk var eitthvað, við erum föst í 25 gráðum, skilur. Ég var þarna með fjölskyldunni í 2 vikur á 5-stjörnu hóteli og eitthvað, mér fannst svo erfitt að vorkenna fólki. Það sem ég sat eitthvað í vinnunni á Íslandi. Og það er líka já. Og þetta var bara svo erfitt einhvern veginn. Má ég fá kaffi hjá þér, takk? Já. Og við vorum einhvern veginn bara á sundfötunum og við vorum bara á ströndinni þegar við fengum fréttirnar og það voru bara 2 vikur í viðbót í Portúgal og maður var eitthvað bara En sko Guðjón, kannski sigur, takk. Já, Guðjón, ég er búin að vera ein á vaktin allan tíman. Þú átt að vera að vinna núna líka. Ég veit það. Ég þurfti bara að koma til þín aðeins fyrst og debriefa að þetta var svo erfitt einhvern veginn, takk. Ég og Magnea... Strákar, er enginn að svara símanum? Það er útkall! Já. Það er útkall, við þurfum að slökkva þess elda hérna og Ættu loksins komið núna? Pétur, sestu, ég þarf að segja þessu. Það er hérna Pétur. Það er komið bruni í kringlunni. Pétur, ég held að þetta setjast og það var mjög erfitt hjá honum. Oh my god. Ég semast átti flugbóka eins og þú veist heim fyrir 2 vikum. Já, það er sér fáðið sæti. Það hefur verið að vera svona kvartanir þig sem starfsmann hérna. Mig? Já, þú hefur verið að sýna sér ónærgætni gagnvart ákveðnum starfsmanni sem var. Ok. Og ég get alveg sagt að eldarnir skipta máli. Eldarnir skipta máli. En tilfinningar okkar skipta líka máli. Já, ég veit alveg, ég er ekkert búin að gleyma, þú veist, slökkviliðsmanna mottóinu. Já. Eldar skipta máli en tilfinningar skaða meira. Já, velkomin í þennan stuðningshóp. Fólk sem festist erlendis
eftir fallplay. Ég vil bara byrja að segja að ég var í vinnuferð og festist á Tenerife og þú veist, þetta var ótrúlega, þú veist, bara erfitt. Ég var bara þarna einn og konan ein heima með börnin 3 og skólabyrjun, þannig ég misti alveg að foreldrafundi og ég þurfti bara að vera, þú veist, á klörubar, bara, þú veist. Þetta er líka fjárhagslegu kostnaður því ég þurfti að kaupa bjórinn minn sjálfur, sko. Þetta er erfitt og ég fekk bara tengdaforeldra mína til að borga, þú veist, 10 daga af 14. Takk fyrir að deila. Já, takk fyrir að Þú er ekki að deila líka. Takk fyrir að deila. Hérna, kaffi komið. Skúli fótalausi, já, einmitt. Ég misti fótinn í slysinu. Við festum þetta á tenni aðeins, ok? Ekki allir fundir snúast Skúla fótalausa. Oh my god. Er hann alltaf svona? Hann er alltaf fótalaus. Oh my god, svo nakandi. Þetta er svo típist að því svo þegar ég kom heim, þá var konan bara eitthvað eins og ég væri búinn að taka út eitthvað ógeðslega, þú veist, hún var bara eitthvað, já, ég er búinn að þurfa að keyra á alla fótboltaæfingar og ég bara eitthvað, ég er búinn að þurfa að drekka alla bjórana. Algjörlega. Skúli, 1 orð frá þér. Ég glemdi bara að koma með mjólkin og sykurinn í kaffið, ok? Látið bara eins og ég sé ekki hérna. Ok. Oh my god, Skúli. Skúli, það er svo hátt þegar þú labbar, Skúli. Skúli, af hverju farið ekki bara gervifót hjá Össuri? Það er ekkert allir sem að, ég trú ekkert á gervifætur. Og það er ekkert allir sem eiga peninga og eitthvað. Nei, Ok. nákvæmlega Hann er búinn að eyða öllum sínum peningi bjór á Tene. Hann á engan pening eftir. Þetta er rosa ónargeitið. Sorry. Ég er líka Og veistu hvað, þetta er mikill bjór, veistu hvað, bjórinn á Tenni er ódýr. Og Skúli, fótalausa fundirnir er ekkert svo í dag, þú veist, það er á morgun, skilur við. Skúli. Oh my god, sorry strákar, ég ætla að reyna bara, server Og svo ert hún alltaf líka búin að setja annað flugfélag á hausinn, sko. Já, Skúli, þú átt play. Skúli. Vá, hvað þetta er tillýst. Herðu, oh my god. Já, get ég fengið bara herra bú. Sindri, þú varst ekki nógu skýr, sko. Við erum að sjá þetta líka í fyrsta sinn. Já. Þú sagði þetta svona svo við vissum hvað var að koma. Við vitum það ekki. Já, þau veit það ekki. Ég er bara einn heima á mér. Já, þetta er góð frétt. En þetta er náttúrulega, ég myndi segja að þetta var stærri frétt en play. Já. Af því þetta mun sitja með íslensku þjóðina bara það sem eftir er. Það mun ekki sitja með henni. Það sjá í hús making it about itself, þú veist. Típist, ok, kannski fyrir það, ég veit það ekki. Já, fyrir það sem sá ekki þá er þetta mynd af Sigmundur Davíð og fyrirsögnin er óttast að hann sé fyrsta fórnarlamb flugunnar. Sko, mér hefur þess að ég hef líka séð myndir af bitunum. Já, það er það líka. Sko, ok, nú velti ég fyrir mér. Er búið að staðfesta eða er hann bara Afvegaleið okkur. Hann er að afvegaleið okkur. Nei, það er búið að staðfesta. Það er sko maður sem að setja svona rauðvínsband, mér finnst það eiginlega áhugaverðast, þetta allt saman. Það er eitthvað maður sem fléttar svona bönd, dýfir þeim honni rauðvín, hengir þau upp í tré hjá sumarbústaðinu sínum og fer reglulega að kíkja hvaða næturfiðrildi mæta svæðið. Og svo... Er þessi maður laus? Þetta ég ger ekki verið einu sem er frekar bara sjúkvæður. Hæ. Hérna, ég ætlaði bara að sjá hvort að þú í næsta bústað ætti nokkuð sykur. Já, einmitt. Komdu bara inn. Binna. Ha? Ég heiti Binna. Já, hæ. Í næsta bústað. Ralli. Hæ. Herru, ég hef bara fléttað nokkur rauðvínsbönd saman. Vá, Gá hvaða næturfiðrildi er á ferð hérna. En ég sé nú að fegursta næturfiðrildi er komið í bústaðinn minn. Oh my god, Ralli! Fáðu þið sæti. Svo ég er með arinn sem ég get kveikt á með fjastringu. Þetta er í skáp núna. Hæ, Ralli! Hæ. Þetta er gul, ég er í bústæðna sem Já, einmitt. Ég ætla bara að aðtjóða aftur nokkuð skeið. Jú, já, skeið, hvað í bæinn. Gleymdi alveg að taka skeið. Ég er bara að fletta saman 3 rauðvínsbönd og dýfaði mig. Oh
hvaða nætufyririndi að fara að laumast inn, en ég sé að nætufyririndi komið. Fáðu sæti. Ég með Arinn sem að getur kveikt á með fjastýringu, sjáðu. Hvað svona sæti nætufyririndi að gera í litla bústaðnum mínum? Ronni, oh my god, mér vantaði bara skeið. Skeið, einmitt. Ég bara glemdi, við erum hérna, ég ein í bústaðnum mínum bara. Skeið fyrir sleik. Já. Halli, já. Þú verður að hjálpa mér að kenna mér þetta. Ég ætti að kenna þetta, ok? Þetta er bara guðsgjöf. Ég verið eins og ykkur alla æfi. Þú nærði 3 konur á innan við mínútu. Fáðu sæti. Samkvæmt því sem ég er að lesa. Ég skal kenna þér allt sem ég kann. Ég segi það bara einu sinni. Þetta er mjög stíft handrit sem ég fer eftir. Og ég svegi aldrei á því. Ég er að fletta 3 rauðspönd og segist vera að leita nætufyrirhundum með þeim. En hvað? Inn í skáp! Akkur málverkið. Það eru 2 göt hérna. Nei, þeir eru hér. 2 augu. Fylgstu nú með. En ralla að ferð. Og ég bara heyrði í þér fletta brauðvínspöndinu. Já, það heyrist oft hátt í þessum böndum, skal ég segja. Það eru þung. Ekki áttu, hérna... Komaður út af hljóðinu. Áttu með heimsókn. Nei, málverkið mitt talar stundum. Rollu! Ég þarf að afvegaleiða þjóðina. Hvað getur þú hjálpað mér með? Heyrðu, fáðu þér sæti. Ég var nú bara að fletta þessi rauðspönd. Hvað segirðu? Þú áttu líka kannski eitthvað smisl, ég er allir í bitum. Ertu allir í bitu? Já. Heyrðu, mér sýnist nú fallegasta bitið vera komið í Áklappa. Heyrðu, þessi frétt fjallar það að það er sífellt fleiri framhaldsskólar sem eru hættir að setja fyrir bækur Nóbelsskáldsins Halldór Laxness. Íslandsklukkan og sjálfstætt fólk. Og hérna kemur til dæmis sorglegt ef börnin lesa ekki Laxness og Íslendingasögurnar. Sorglegt. Já. Mér samt skemmtilegast við þessa frétt er að Kiljan mætir Kiljan. Kiljan er sko ógeðslega heitur. Og Kiljan er mjög heitur. Hérna erum við með skýrt dæmi þróunina. Ég er náttúrulega svo ung. Já. Hann er svo gett, hann er En mér fannst svo tilgerðarlegt hjá honum, hann var í einhverju viðtali að tala að einhver leikstjórinn hans hefði mælt með Independent People og þetta er svo groundbreaking book, eitthvað svona, og mér fannst þetta bara svona tilgerðin svona drjúpa á honum, eins og þú veist, eitthvað svona eldgöful bók frá Íslandi væri, og ég hugsaði ekki, sjálfstætt fólk er góð bók, ég hugsaði bara tilgerðin hans, það var svo mikil, sko. Hvernig dirfustu? Sorry. Laxness er á leiðinu úr skólum. Nei, ég skilði. Það er að segja þetta í viðtali. Það er alveg smá. Ég skilði það smá. Og svo hlupu og bara stukku hérna blaðamenn vísis á að skrifa. Og á hann. Já, ok. En bara blaðamenn vísis gátt ekki staðist mótið að segja Kiljan mærir Kiljan. Mærir. Já, það er klart. Mér er svo, ég þól ekki það fyrir sögum. Bara einhver gauð sem er bara læst inn í herbyggi á vísi.is að gera orðaleiki allan daginn. Já. Og aðrir skrifa fréttina. Basically. Þetta sé að þessa? Heyrðu, já. Kiljan mærir Kiljan. Þetta er bara afleika gott og þegar ég skrifaði Katrín Reið Bjarna. Það er ekki hægt að reka okkur tvö og hafa. Bara að kalla það á vísi, það. Það er ekki hægt. Þið tóku teikmyndasögurnar á okkur, en fyndnar fyrirsagnin gerir við. Það er ekki hægt að reka okkur. Nei, einmitt. Við erum sonir herra vísis. Strákar. Synir herra vísis. Synir vísis, getið þið hjálpað mér? Já, þetta er mjög mikilvæg frétt. Vægt inn. Já, gott inn. Þingið er sprungið. Þingið er sprungið. Við myndum segja kabúm. Kabúm. Kabúm.
Kabúm! Já, ok, sem fyrirsögn. Þetta er okkar frétt, við skrifum þetta. Nei, við skrifum bara fyrirsögn. Bara fyrirsögn. Ég er búinn að gera fréttina, þetta er löng fréttaskýring. Ég þarf bara fyrirsögnina. Kabúm! Kabúm! Þingið eins og kínverji. Eins og kínverji. Strákar, þið þurfum að koma með fyrirsögn, bara please ekki neitt fyndið, þetta er mjög alvarlegt mál. Ok, þú talaði Réttu mennina. Landara kallana í fyrirtækinu. Já, það er búið að ræna Landsbankann niðri í bæ. Alvarlegt. Og er eitthvað vitað? Hverjir gerði það? Já. Hverjir eru það? Það voru þingmenn. Byrju, og má fyrirsögnin ekki vera fyndin? Og þú kemur til einu mannina sem gera fyndin hluti í fyrirtækinu? Já, sko, herra vísir segir að þið verðið að skrifa allar fyrirsagnir á allar Já, við gerum alla fyrirsagnir, ok, ok. Strákar. Ég vil ekki að synir mínir sökkvi enn dýpra. Þið verða að fá okkur alvöru vinnu núna, strákar. Pabbi! Ég veit að það er ekki, ég get ekki rekið ykkur, þið eru strákunni mínir. Já. Mínir, herra vísis. Við skrifum þetta eina sem að vera mjög fræði fyrir, sem er hérna Katrín Rauð Bjarna. Veistu, það var reyndar mjög flott. Oh my god, takk fyrir hennar bjór. Eru þið í alvörunni gaurandi sem skrifuðu Katrín Rauð Bjarna? Vorum að gera nýja fyrirsögn, viltu lesa hana? Já, Kiljan mærir Kiljan. Sjáum. Hæ, við erum dætur MBL. Við megum ekki vera með ykkur. Eða hvað, forboðin ást. Hafið aldrei heyrt Rómeó og Júlíu? Ég ætla nú að skrifa nýja fyrirsögn. Vísir ríður MBL. Mótorhjóla strákar. Þetta fjallar sem sagt afskipti lögreglunar af félagsheimili Vítisengla á Íslandi sem er í Auðbrekku í Kópavogi. Skemmtilegt hverfi. En það sem er kannski svona skemmtilegasta fréttin tengt þessu er þarna, þið sjáu þennan mæta mann þarna, Helga, sem er afbrotafræðingur, og hann er að tala sko að mikilvægt að gera þetta ekki ákjósanlegt fyrir ungt fólk að vilja sækjast í þessi samtök. Þannig að hann er svona eitthvað að reyna þetta er svona branding, að þetta séu samtök gamalla kalla sem sumum finnst cool. Þannig ég held að það virkir mjög vel með eitthvað sem er cool er ekki töff, eða þú veist. Þannig til þess að berjast gegn glæpum þá þarf maður bara að tala illa þá sem gera þá. Já, þessi lúðar. Það er bara lúðar sem ræna banka og bara proffar. En veitu, hvað er þið að gera á þessum samkomum? Eða þú veist, er bara út af þessi bara afskipt á öllum samkomum. Er þið alltaf að hittast og brjóta lög saman í einhverju húsi einhvers staðar? Ég hefði haldið að vera gott fyrir gamla karla að hittast. Jæja, strákar. Jæja. Þá bara þurfum við að fara að brjóta lögin aftur. Ég er að hugsa, er þetta kannski rétt hjá þeim? Erum við bara gamli kallar? Já, það var náttúrulega bara fullt í boccia-hópinn. Já, þannig að við ákváðum að gerast glæpagengi. Já, það var bara eina sem Hrafnista býður upp á núna. Þetta er svona ný Eden-stefna. Það er svona leyfa fólkinu, okkur, að svolítið að finna fyrir ungdómnum aftur. Jú. Þannig ég kom hérna með 2 sveðjur, eru kleinur og svona machetti. Já. Og svo bara bandana. Það er mér andlitið. Já, bara svona skímask. Ég meina strákar, við gætum alveg reynt við boccia-klúbbinn aftur. Nei, nú verðum við að drepa einhvern bara. Nú skulum við bara drepa einhvern. Magnús, mér finnst þetta svolítið langt að drepa einhvern. Sko, það gekk ekkert hjá okkur þegar við reyndum að nota gröfu að taka út hraðbankann. Nei. Það gekk ekki. Nei, ég er ennþá með ánabrotin eftir það. Já, ég fekk einhvern veginn enga útrás. Konan löngu dáin. Já, konan löngu dáin. Já, þú veist, ég þarf bara einhvern veginn að, nú vil ég bara drepa einhvern, strákar. Já. Þannig ég kom hérna með, fyrir mig, sveðju, já, og hérna fyrir mig, hafnaboltakylfu með nöglum. Er þetta félagsskapur sem fyrir ungt fólk gegn ofbeldi?
Get ég fengið fyrir kvennaverkfallinu? Það sem er áhugavert kannski í þessu er náttúrulega bara þessi ótrúlegi samtakamáttur sem átti sér stað á Arnarhóli núna á föstudaginn. Og mér fannst líka bara svona skemmtilegt, sko, áhugaverð frétt sem kom í kjölfarið mann sem sagt reyndi að tilkynna sjálfur frí og var síðan eitthvað svona ætlaði að fá frí, launafrí og það var bara eitthvað, nei. Já, sem sagt hann fór fyrir kærunefnd jafnréttismála. Ok, hefur enginn áhuga á lögfræði? En má ég koma eitt? Já. Þessi mynd var hluti af myndaseríu sem var fyrst birt á Vísi eða eitthvað. Já. Og það var svo textinn undir myndaseríunni var eitthvað Google, þú veist. Það var eitthvað svona... Það eru 2 bræður sem skrifa það. Nei, þú veist, þessa mynd var eitthvað svona... Þetta var svo stóð svona eins og sérst. Stóð þetta þessari mynd. Hún hætti á skiptistandi. Ég er feministi og eitthvað svona... Þú veist. Og það var eins og Feministar sérst. allar svona. Fólk með einhvers konar skilti. Þú veist, þetta var svona... Mér finnst eins og allt verið diss. Sáu þetta ekki? Nei. En það var náttúrulega ekki hvernig að vinna á skrifstofunni þannig að það er þessi bara þessi mótajóla á þannig að það Ég er að vinna á einu vinnustað þar sem var svona verið að segja, ok, þið megið fá fríkonur, endilega, við hvetjum fríkonur. Að segja. Fríkonur? Ég kann lingóið konur. Við hvetjum fríkonur, en vinsamlega segja okkur hvenar þið ætla að fara í frí svo við getum fengið kallarna til að koma og svo verður rosalega gott með kaffinu á þessum degi. Ok, konur, fáðu ykkur bara sæti hérna. Ég bara pæli með hérna þriðjudaginn föstudaginn. Hérna, bara fáðu ykkur sæti hérna. Hæ, Skúli, forstjóri hérna, hæ. Ég var bara að pæla með fríið. Næsta föstudag, skilur við erum ekkert eitthvað bara, þú veist, eitthvað kvarta yfir eitthvað, hvernig hérna í okkur, saman, þessi hvenna frí, hoppiti hí sem þið eru að fara að gera, Þetta er bara... Fyrir, hvað ert að segja? Ég bara segja, þú veist, við erum ekki að fara að tala eitthvað hvað er hér eða eitthvað svoleiðis, það er alltaf sátti hér eða ekki. Herri, hvernig væri að þú myndir bara kissa tærnar á mér? Þú ert bara komið svo langt niður, þú ert eitthvað svo undirgefin. Þannig að tala um okkur konur. Ég er að tala um þetta konufélag. Hann er að kæra mig fyrir að hafa ekki gefið honum frí í fyrra á þessum degi. Þú ert að tala um kvennaverkfallið. Já, ég er að tala um verkfallið, eða þú veist, það má nota það um verkfallið. Dæmigerður karlmaður. Hann er hræðilegur, hann er helviti góður endurskoðandi, verð að segja það. En ég er bara að segja, þú veist, þið eru alveg að gera, þú veist, við erum alltaf að gera allt rétt hérna á þessu, það er ekki reyður til mig eða nokkuð. Ok, stelpur, komið. Hann er komin mjög nálægt gólfinu. Ég held við skulum bara hlusta á hann. Já, hlustum bara, aðeins bara, leifum hann að fara aðeins neðar. Ég er bara að segja, þú veist, við erum alltaf vinkonur. Við erum ekkert eitthvað, ég er ekkert eitthvað, þú veist, þetta er ógeðslega mikilvægt það sem er í gangi, þú veist, ég skil alveg, þið viljið, þið viljið þetta, þú veist. Ég segi hvað við viljum. Þið viljið túrtappa einhvers staðar, eða ekki? Þú veist, inn á baði og upp í, eða þú veist, já. Og maður nota túrtappa og alls konar. Já, þú þarft ekkert að pæla í Nei, ég er ekki að pæla í því, nei, þú veist. Þeir eru ekkert, þú veist, túrtapparnir þurfa ekki verið eitthvað, þetta eru verið eitthvað, eða ekki? Þú veist, en ég er rátt á rétta stað, skilur, hann er með fyrirtækið sem segja. Þetta var bara eitthvað podcast. Ég sé bara eitthvað, já, ok. Við erum alltaf sátt með það, eða ekki? Já, ok. Og þeir eru alveg ánægð með launin og hafa ekki eitthvað skrítið á launatjekkarinn eða eitthvað svoleiðis, ok, og þið farið bara frí og það er bara venjulegt, það ekki? Það er ekki eitthvað reyður út í mig eða eitthvað svoleiðis, það er ég á. Komdu og sest að sjá mér. Já, ekki mál. Herri, við vorum að fá kvörtun frá stelpunum. Hey, það stelpur. Hvað
stelpur að segja. Það fannst óþægilegt þegar þú varst farin á gólfið, sögðu þær. Fannst þið það óþægilegt? Já, ok. Einmitt. En sögðu þær eitthvað hvað túrtapinn, þú veist, hann á réttu stað, eða ekki? Jú, á baðherberginu. Á baðherberginu, já, einmitt. Þeir fannst óþægilegt þegar þú sagði túrtapa, fá þá eitthvert. Já, einmitt, ok. Ég skal bara taka þessu eins og fórstjóri og bara biðjast afsökunar til þeirra. Frábært, það væri man to man, skilur þú, ekkert mál. Stelpur, sorry maður, sorry! Ég vissi ekki að hann var ógeðslega reiður þessu gaur, maður, ég vissi ekki! Ég veit ekki hvað túrtapar er að fara, þú veist hvað? Þetta var ekkert í minni kynfrætti, þú veist mér sveit, ok? Stelpur, sorry! Oh my god, sorry! Reglur barnaafmæli. Þetta eru sem sagt, Reykjavíkurborg sendi út á alla skóla svona tilmæli hvernig ætti að haga barnaafmælum. Sem sagt, hverjum í bekknum ætti að bjóða. Það var sem sagt verið að pikka út leiðilega krakka. Nei, djók, það er einmitt svona til þess að allir líði eins og þau séu með. Það var svona... Svo þau líði eins og ekki með eins og þau séu með en ekkert endilega þau séu með. Já, jú, Guðrún mín, ég veit oft ekki afmælinu en þér líður kannski eins og þau séu í afmæli. Þið fá að fara í afmælið, þið eru á Skype í afmælinu. Já. Það sem var áhugavert við þetta eru gamlar leiðbeiningar, eitthvað 30 ára gamlar eða eitthvað, sko, ég held að flestir hafa talað hvað þetta eru óskiljanlega leiðbeiningar boðin í afmæli. Þetta er eitthvað svona, þið getið boðið öðru hverju barni út frá afmælisdegi ef það er rétt henn. Annars takið þið 3. daginn í mánuði og þá getið þið búið til afmælishóp sem er fyrir eitthvað svona, og þetta var svona búið til einhverja afmælishópa sem er algjörlega óskiljanlegt. Já, þetta er einhver, bara því að ég veit ekki alveg hvað það snýst, er verið að reyna að banna fólki að bjóða bara stelpunum eða strákunum í bekknum, eitthvað svona. Eða bara velja, Er ekki bara sem maður sé ekki velja alltaf sömu áttar sem fyrir afmælin og kannski er líka skilningur fyrir því að maður getur ekki boðið öllum bekknum, nú er ég bara að giska, öllum bekknum, út af það er of dýrt. Þannig að þú þarf að búa til eitthvað sértækt kerfi. Velja alla rétt þetta. Já, þetta er svolítið svona, þetta er bara, þú veist, í minkahópinn og í staðinn fyrir að þessu strákar og stelpur þá er bara handahófskennt kerfi til að velja einhverja, þú veist, 10 manns í afmælið. Og þessi handahófskenntu kerfi voru bara, þetta var bara eitthvað, þú veist. Það hafa líklega verið einhverjir sem er að reyna að afla sér upplýsingu hvernig afmælið er í alvörunni. Voru það njósnararnir? Já, nei, það er ekki bara. Já, mér var að boðið í afmælið hans Friðriks. Ég heiti Stefán, ég er á Laufásborg. Ég er með sjúkdóma sem ég verð of hávaxinn en hinn börnin. Er þetta frændi, hæ? Nei, ég var að segja, ég er á Laufásborg, ég heiti Stefán. Já, Ég er barn. Ég er barn. Yfirvarskegg. Halló, hæ Stefán, hæ, ég er barn, hæ. Stefán, gagagúgú, ég er 5 ára, hæ, blessaður. Þetta er maður vissum að þetta Er þetta trúður? Hvað er trúðinn? Já, hann átti ekki að koma fyrir þetta hálftíma samt. Nei, ég er barn. Ég er með sjúkdóm þar sem ég lengist. Ég sé mig á Laufásborg út af ég fer alltaf fyrr á daginn. Hvað við viljum ekki skilja út? Nei, við getum ekki skilja út. Hákon, finnst þér gaman í þessu afmæli? Já, fyrirgefðu, mætti ég Ertu rétthentur? Já. Ok. Fyrirgefðu, mætti ég spyrja hvað þú ert að... Mætti ég fá köku og mjólkurglas hjá þér? Við ætlum að syngja afmælisöng. Já, kannski við bara vindum okkur í það. Einmitt. Hann á afmæli í dag. Hann á afmælan Gunnar afmæli í dag. Blásöfnunum minn. Hann er Svona. Gunnar minn, er þetta vinnur á Laufásborg? Gunnar, þetta er ég. Ég er ekki á Laufásborg, en ég er að vinna hjá Reykjavíkurborg. Ég er njósnari fyrir ríkið í guðanabænum Gunnar. Segðu já. Við heyrum allt sem þú ert að segja. Oh my god, má ekki. Jóhann, ég náði skýrslunni. Þeim grunaði ekki neitt. Þú ert okkar besti maður. Ég elska hvað ég gerir.
Þetta 5 ára krakka og njóstum þau út af reglugerðum Reykjavíkurborgar. Það eina sem ég hef út á þetta mission að setja hjá þér að þú byrjar með yfirvaraskeggsið síðan hvarf. Aha, vissulega. Það voru mistök, vissulega. Yfirvaraskeggi var frá gærkvöldinu þegar ég var að njósna gömul börn. Ég var unglingur í félagsmiðstöð í Árbænum. Það var að komast að því hversu margir örvhentir krakkar í handboltanum þar. Og ég glemdi yfirvaraskegginu mínu, ok? Sem á puttanum mínu. Ok, Friðjón, við þurfum að, njósnararnir okkar ekki að virka nógu vel. Þannig ég vil að þú farir Guðjón að standa sig mjög vel. Ég vil að þú farir og njósnir þá. Njósnarana? Já, hvernig var annars að vita ef að... Já, strákar, ég að fara í barnaafmæli í dag, hvað eru þau að fara að gera? Ég líka að fara í barnaafmæli. Heyrðu. Kannast maður eitthvað við þig? Þið svo Friðjón yfirmaðurinn minn. Bara, nei, þú ert með yfirvaraskegg. Það getur ekki verið. Já, þetta er eiginlega njósnari bara. Strákar, í Guðanabænum farið valega núti. Já. Af hverju samt? Já, valið. Það er álalega vinna, ok? Guðanabænum. Við mistum mjög góða menn í síðustu viku. Við gerðum það maður. Pétur, ekki nota örvhendraskærin. Manstu? Já, nei. Manstu? Ég klippti puttana hafið. Boga? Nei, hvað er með? Ég er með boga. Með boga, já, ég með. Nei, þú að fara í hjallastefnu afmælið. Já. Ok, þetta ekki sá bara ógeðslega fyndið in itself? Íslenskur her. Eða þú veist, ég veit að her ekki fyndin, en eins og 2 gamlir, jó, við þurfum her. Það var líka engin ægi, þannig íslenskur her var einhvern veginn allur út allt. Engin búinn að lesa sjálfstætt fólk. Nei. Þannig að það veit ekki fyrir hverju hann að berjast einu sinni. Og líka Íslendingar kunna ekki verið í röð, þannig að það er svona að labba í einhverju fylkingu, það eru allir bara eitthvað að reyna að tróða sér, eða eitthvað. Róða sér í stríð. Já. Þú veist, það líkur alltaf svo mikið á að við verðum eitthvað með náttúrulega að klára þetta, skilur við. Já, ég hugsaði líka bara að það væri allir bara eitthvað, ég vil vera millistjórnandi, það væri engin svona landgöngulegur. Það er kannski hversu, þú veist, stór þarf her að vera til að vera eitthvað ógnandi, eða þú veist? 300.000. Þá var hann eitthvað smá, ok, allir væri á. Já. En þeir eru vera, já, á bara öllum aldri. Ég kannski allir nema Þeir þurfa ekki að vera á öllum aldri. Nei, þú veist, það var þess að 300.000 væri sem allir á Íslandi væru í hernum, skilur, já. Það var svona, sendum alla á okkar menn. Ég heldur þetta að þeir sé að leggja til eitthvað svona aðeins hóflegra, eða svona... Ekki alla. Nei, við viljum ekki alla, ok? Það er hóflegur, hérna. svona penan her. Já, svona. Svona petít. Ekki allir í einu. Jæja, næsti. Já, þú ert svona fín, þú ætlar að ganga hér inn. Já. Ok, Við vorum reyndar undan í röðinni, hún tróðst fyrir framan Með löng röð, sko. Það hentar vel fyrir íslenska herinn. Takk. Ok. Sorry, er þetta ekki eins og B5, svona hliðarröðin, svo ég get bara látið upp á 5.000 skall? Ó, næs, takk, frábært, takk. Þú getur pantað eitt flöskuborð síðan, þá var það gett. Ok, eitt flöskuborð á hann. Ok, ég sé hérna að þú ert mjög bara svona pen og fín. Já. Og sérstakir hæfileikar. Já. Þú kannt allar sýslurnar á Íslandi, já? Já. Sorry, einhverjum hver hann? Hvað er það að vera? Margrét, fylgjast með. Hann var að labba framhjá. Flöskuborð á hann. Ok, sorry. Sorry, þetta er rítarinn minn, hún var að byrja. Já, ég sé að þú kannt allar sýslurnar á Íslandi utan að. Já. Frábært. Já. Má ég heyra eitt dæmi? Gullbringusýsla. Frábært! Ok, æðislegt. Þú mátt koma í herinn. Ó, vá! Þú ert mjög fín. Þetta er bara búið? Já. Ok, takk. Gekkja, hvað er herinn? Næsti. Já, hæ. Hæ. Ég ætla að fara að koma í herinn. Já, þú ert svona sæt og lítil 4 ára. Já, það var sagt, þetta var svona 2 hóflegir menn komu. Já. Og þeir sögðu bara hver sem mætti koma. Já, einmitt. Já, ok, frábært. Þú ert svona með sérstaka hæfileika. Já. Þú kannt að kúka í klósett. Æðislegt. Ekki fyrir okkur, ekki núna takk. Þú færð ekki herinn dag. Næsti. Já,
Nei, ég það ekki litli bókgenargrúppu. Sigga, frænka frá Hóli. Já, alveg rétt, hæ. En ég held þetta sé eitthvað fyrir mig. Já, einmitt. Ég var búin börnin farin að heiman og svona, ég gæti bara verið Já, ekki í dag, en takk samt. Ég get bakað og... Já, sorry, ekki í dag. Sorry. Næsti? Já, ég frétti að þið verið að leita að mönnum á öllum aldri. Þú ert svona sætur og pen. Birgir, sætur? Sagður að ég verið sætur? Já. Ok. Tökum yfir í front lines. Ok. Þá bara látum við vaða. Það er bara, við ætlum bara, komnir úr bátunum á Danmerkurströndum. Sorry, ég held að ég var í millistjórnandinn, þannig ég myndi stjórna. Við erum bara komin, við erum í framlínunni, það er bara herinn, danski herinn, við ætlum bara ráðast gegn þeim. Þú verður bara að berjast. Já, eða þú veist bara að ég held að ég var til að svona hópstjóri, svona sérfræðingur. Þú ert einn af þessum aristókrötum. Nei, þessum bjúrókrötum. Það er svona fyra Íslendingar, ég bara fyra, þetta er fyra stykker. Hei, þérna, Danir, hold kjaften! Tre drengir komið sem herrmann på Danmark strändes. Ja. Det här är bara en pude, en pizza. Vill du ha en Carlsberg? Ja, Ok, takk fyrir þetta. Næst ætlum við að fara í lið sem heitir Næstur á svið. Gjörið svo vel. Komið sæl, halló og velkomin í Næstur á svið. Þetta er smá uppbrotasýningur okkar, þetta er uppbrota sem ég er búinn að skrifa svona kveikjur fyrir leikarana. Þetta eru kveikjur sem þau hafa aldrei séð áður og þau ætla að leika út það sem ég hef skrifað hérna niður eins vel og þau geta. Sumar kveikjurnar kalla á einstaklinga, sumar 2, sumar 3. Ég ætla að kalla einhvern fram og viðkomandi kemur fram og leikur kveikjuna. Stundum kallar senan á að stíga einhver sem ég kalla ekki fram úr bakgrunni og það er bara allt í góðu. Þannig að við reynum bara að hafa gaman með þetta. Það eru miserfiðar. Og þið sjáum hver er bestur. Þannig að við ætlum bara að byrja og við ætlum að byrja á að fá kveiki fyrir Aðalbjörgu. 7 mismunandi leiðir til að svara spurningunni get ég aðstoðað í fattaverslun? Já, þú getur breytt lífið mínu. Hey. Já, og það er strax núna, eða frekar í gær. Takk. Hvað? Já, takk. 3. Já, eða nei, eða kannski? 4. Já, gerð mig sexy. Já, en þú skalt máta. Þú ert eitthvað svo sæl. Nei, ég vil tala um verslunarstjóran, takk. Takk fyrir. Næsta kveikja er fyrir Gullu. Mannustjóri Play endar daginn á því að þurfa að segja sjálfum sér upp. Veit ekki hvernig ég á að segja mér þetta. En ég er búin að standa mig mjög vel og það hafa ekki verið miklar kvartanir en staðan svona hjá mér og okkur öllum er þannig að ég verð einhvern veginn að fá þig sæti, já. Þú ert ekki lengur, ég er ekki lengur með vinnu. Hæ? Vá, hvað þetta er óvænt. Veitu, já, bara, við erum öll að hætta hér og, en ég get samt meðmæli, vá, það væri, Næsta kveikja er fyrir Mána. Þú þarft að panta mat á einum af þessum veitingastöðum þar sem allir réttir hafa fyndin. Allir þeir veitingastæðir, já. Já, góðan daginn, ertu tilbúin að panta? Herðu, já, ég var að spá
hvernig lægifiskurinn? Hann er bara mjög bragðgóður. Ég hef smakkað hann sjálfur og mæli oft með honum. Já, akkurat. Ég var að spá í annarkvort honum eða hlaupa hratt borgaranum. Já, hann er mjög vinsæll, sérstaklega meðal svona utanvegar hlaupara á Íslandi. Já, þetta er svo fyndin nöfn. Já, við reynum að hafa þetta svolítið líflegt hérna. Já, eða raskat í bala. Næsta kveikja er fyrir Rebekku. POV. Þú ert Bubbi Morthens að hlusta á Zeppelin og þú ferðast aftur í tíma. Jæja, þá ætla maður bara að prófa að setja þessa plötu á fóninn. Ég verð ekki að hlusta á hann áður maður. Það er alltaf svo gaman að einhvern veginn fá sér einhverja nýja tónlist. Mér líður einhvern veginn svona bara ég einn í stofunni, bara á bara þú veist, í stofunni bara út gluggann. Jæja. Bíddu. Þetta er ótrúlegt. Vá, hvað er þessi? Ég sé bara hlusta á Zeppelin einhvern veginn, ferðast aftur í tíma. Hvar er geimsteinninn í augum mínum ljúfan? Það er svit á brjóstinu á þér sem perlar á þér maður. Þú ýtir á hnappinn, er með að dreyma ljúfan. Nei. Hvað er geimsteinninn? Já, þetta er risaðurinn. Ég er komin svona á nafn. Takk fyrir. Geggjað. Næsta kveikja er fyrir Pálma. Þessi útvarpsþáttarstjórnandinn deilir aðeins persónulegum hlut rétt fyrir næsta auglýsingapakka. Við erum alveg að fara í auglýsingar rétt í eftir þessu. Herra netist mjög með geggjalag Egill Einars á vegginn og það er ógeðslega gaman að vera með ykkur í dag maður 17. júní 1929 baby og útvarp í fullum gangi. Konan er farin frá mér en ég verð að viðurkenna að ég er leiður í dag en ég ætla að láta hérna á fóninn. Ég var að djóka með ártalið á hann og ruglaði mig svolítið mikið en láta ykkur vita að ég er auðvitað húsnæði út að ég er á götunni akkurat núna en ég ætla að láta ykkur vita að næstur á fóninn er Egill eins og ég var að segja áðan en aftur á móti ef einhver hefur séð konu mína og börn þá bið ég að leysa eftir þeim núna þau hafa ekki sést í nokkra mánuði ég veit ekki hvað þau eru, þau veit ekki hvað þau eru en ég er alltaf á SMS-ið haha þú finnur okkur ekki, ég veit ekki hvað þýðir en ég vil láta minna á það er 2 fyrir 1 á Ásborgurum á American Style helgina. Takk fyrir. Næsta er fyrir Gunnlaugur og Sindra. Manneskjan sem þú ert först í lyftu með er að eiga skrítnasta símtal í heimi. Já, þú þarf bara að fara í gegnum loftræstirörið. Teygja það bara mjög langt inn. Já, það er svolítið rakt að það inni. En þú kemur í gegn þá ættir að finna njón, sko. Nei, hann er mjög vinalegur, sko. En bara, þú veist, það er gott að vera með eitthvað nasli í vasanum til að gefa hann fyrst að borða. Já, þú veist, ég myndi láta það bara á borðið fyrir framan hann því að annars gæti hann biti í hendina þér. Æ, fyrirgeðu, ég veit að Donald að tala svona. Nei, alltaf bara er Jón manneskja, fyrirgeðu. Jón? Já. Hann er húsvörður í Hólabyrgsskóla. Takk fyrir. Næsta kveikja er fyrir Rebekku og Pálma. 3 strákar í einum ringfrakka á deiti með 3 stelpum í einni lóðkápu. Hæ. Halló. Já. Hæ. Fáðu þér sæti, ég skal taka stólinn. Takk. Fáðu þér sæti. Já. Það er ekki að ruggla þessi stótt, sko. Já, og svo, já, þetta. Einmitt. Ég fæ mér bara líka sæti. Ég fæ mér sko sæti. Hvað, kemur oft hingað eða? Já, en þú? Ég kem oft hérna, en ég er þyrstur og það er vaskglas fyrir framan hægri höndin á mér. Og
Ég væri nú algjör vinstri maður ef ég myndi kjósa vinstri, en Krista fastar, þetta plastglas. Já. Já, það svona bara stuttlega mig. Ég ótrúlega hrifin af þér. Halla! Næsta drengja fyrir Aðalbjörgu og Mána. Vinur þeim sem að prófa nýja hlátra. Já. Ég til ég hlusta. Já, sorry að ég sé að biðja þetta. Ég bara búinn að vera eitthvað smá nervus með þetta allt, sko. Já, Gummi, þú veist, ég elska þig og ég veit þú ert bara... Já, ég bara, af því að ég búinn að vera... Ég vil ekki vera að prófa það einhvern veginn svona fyrir framan alla, sko. Nei, þú veist, bara endurskoðendur get ekki tekið þessu í vinnunni. Ég veit það. Já, ég veit það. Hvað er bara með það? Sko... Ég er semst búinn að vera að reyna að því að ég er ekki með svo karlmannlegan... Ég reyna að vera með svo karlmannlegan hlátur, sko. Ég er með töflu en ætla að skrifa bara, ég held þessi sé samt bara 1 eða eitthvað. Þú veist, að skráma 1 til 5. Já, ok, já. Það er aldrei gerðilega. Ok. Þetta er góður. Má ég heyra fyrst aftur, það var svolítið líkið. Hann er svona... Gleymir einhverju konjaksstofu með hópið af köllum saman. Já, maður. Þessi vindlar eru góðir, sko. Fyrir þetta konu mín gaf mér það, það er nú eina góða sem hún gaf mér. Takk fyrir. Næsta fyrir Rebekku, Sindra og Pálma. Leikhópur sem kemur inn í grunnskóla til að kenna krökkunum mikilvæga lexíu. Hei krakkar. Ég var fíkill í 22 ár. Og í gegnum litla söngleikinn okkar ætlum við að sýna ykkur, ekki gaman að vera fíkill? Við höfum öll okkar sögu. Já, ég var sett onni í tunnu sem lyktaði ótrúlega illa. Þau sögðu ég væri með stór eyru. Ég er ekki lengur með stór eyru því hausinn ókst og eyrun voru bara söm. Það er erfitt stundum þegar maður er lítill. Ég sagði að vandamálinu væri mismunandi. Og ég var líka settur ofan í tunnu. Ég er fíkill í 22 ár. Þau voru lokn í tunnu. Ok. Það var spennt á saman tíma. Við áttum mjög slæma æsku, ok? Og við erum eitthvað sigur þessu. Takk fyrir. Næsta próf fyrir Mána, Gunnlaugu og Pálma. Gummi Ben lýsir hjónabandsskilnaði í beinni. Ég tek sjónvarpið. Ég á sjónvarpið. Já, ég meina, þú veist, ég get alveg keypt nýtt sjónvarp. Ok, já, ok, sorry, svolítið aggressíft hjá mér. Já, okay. nei, bara... Hann er svolítið aggressífur. Þegir sig átt að sjónvarpinu. Ok, já, en sorry, þetta var allt og ég var allt og aggressífur. Nei, ég líka bara, sorry, ég er bara tennst, veist þetta. Rólegur, leikur. Þú veist, mér finnst þetta bara mjög erfitt, skilur við, að þetta sé bara búið og... Þetta er ógeðslega erfitt. Já. Varnarleikur á báða. Við áttum ógeðslega góð 10 ár. Já, og ég meina, ok, og svo þurfum við bara að finna út hvað við gerum með börnin, þú veist, við erum viku og 2 vikur. Það er eins og það sé að sækja aðeins fram þarna. Vá, manstu þetta er gömlu línuskautarnir mín. Vá, margar minningar tengt þeim. Vá, já. Þessi skilnaður er að ganga illa. Það er bara að rúlla sig á þeim og... Wow, glugginn er opinn! Hvað dettur út gluggann? Skilnaður, út skilnaðinn. Takk fyrir. Og síðasta drengin okkur í dag fyrir Mána, Rebekku, Aðalbjörgu og Sindra. Stuðningshópur manna sem hata Halloween en elska sexy hjúkbúninga. Já. Ég er bara að segja það, strákar. Ég vil hata þetta. Ég hata Halloween og öllu sem því fylgir. Ekki öllu samt alveg, ekki alveg. Og bara grasker, þú veist. Búningar.
búningar sem krakkar eru í. Og konur. Og konur. Það eru alltaf í alls konar búningum. Þú veist, fokkin óþolandi. Alltaf eins og ég að sjá fullt af konum út á götu bara í alls konar. Ég hata þegar konur fara í eitthvað svona eins og graskirstu. Oh my god. Eða jarðaber eða eitthvað. Akkur í hjúku, við erum hérna út af því. Það þurfa ekki, ef ég sker með puttan, blóð kemur, ég er ekki hjúkuna, skilur. Þetta alltaf bara, það er ömurlegt að svona amerísk menning sé að smeygja sér inn í íslenskt samfélag. Það væri hún alveg næs að það getur bara alla verið í smá sexy hjúkubúnum. Nákvæmlega, og það er ekkert athugavert við það. Að vera bara hjúkubúnum. Sko hjúkur eru líka til í alvöru. Já, og það eru bara mjög venjuleg. Grasker eru ekki með fætur. En hjúkurunar konur eru með brjóst. Það líka. Það meikar sens, skilur, það er nornir eru ekki til í alvöru. Nei, og veistu, ég sá hérna barn... En það eru reyndar sumar með brjóst, sko. Nornir? Ekki, já. Ok, takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Hérna, nú ætlum við að fara í smá hlé og svo komum við aftur með eitt form í viðbót. Takk hérlega fyrir. Ok, ekki. Herru, hvernig var hléinu? Ok, geggjað. Herru, bara fyrir síðasta formið hérna í kvöld þá ætlum við að fara aðeins á persónulegu nóturnar og biðja ykkur að segja okkur eitthvað sem hefur komið fyrir í síðasta mánuði í ykkar lífi. Komst þetta til skila. Hérna, það þarf ekki að vera stórt, bara eitthvað svona, þið hugsið tilbaka, sem 4 vikur, bara hvað stendur upp úr. Bara ég málaði herbergið mitt eða ég draf mann Þessi greinlega búinn að drepa mann. Ok, er eitthvað með einhverja sögu? Atvinnuviðtal? Ok, nice. Og hvernig gekk? Má ég spyrja í hverju? Óskar? Ok, loud and clear, nei, ok, Var þetta fyrir leyniþjónustuna á Íslandi? Var þetta stressandi viðtal? Nei. Varstu búinn að undirbúa þig mjög mikið? Ekki neitt. Ok. I love this guy. Yes! Hvernig gekk að, ertu búinn að segja upp á hinnustanum? Ertu búinn? Hvernig gekk það? Megum við vita hvers ástæður er? Please. Ég er ekki að djóka, ógeðslega fólk. Það heyrði það að því og ég bara, mér kom svo vita hvað er að hætta. Þetta hljómar svo kallt en ég er í alvörunni bara, ég er mjög spenntið við því. En algjörlega engin pressa hvort þú vilt segja hvað þú varst að hætta, en það væri rosa gaman. Engin pressa en please! Segðu bara nei, sko. Ekki gera. Og hérna, þegar þú labbaðir inn í viðtalið, varstu þá, þú veist, alveg bara, ég er að fara að fá þetta. Þú veist, hafðir eitthvað trú á þessu? Já, ég var frekar cocky. Já, ok, nice. Það er gott. Varstu cocky sem svona strategíu af því að þú ætlar að fá starfið? Eða varstu bara svona náttúrulega? Við erum öll atvinnulaus bæði veginn. Svona tips. Það var eins og að Gerðir þú þetta? En ég var... En þú veist, varstu fyrir utan, varstu bara eitthvað... Já. Það er hægt að gera svona, ef maður heldur þessari pósu mjög lengi án og gerir eitthvað. Svona maður mánu vinnur. Ég gerir þetta þegar þú klósið, það ánum fyrir atvinnulaus. Þetta er classic. Sorry, ég leyfa þér að tala. Nei! Já! En já, varstu kokki sem strategía eða bara helst á myndi fáinu? Nei, bara... Ok, mjög gott. Natural. Þau buðu mér í viðtal. Það var aðleinu Fegst einhverja spurningu sem þú bjóst ekki við að fá? Nei. This guy. Nei. Þetta er sjónda, veistu hvað, ég forviti hvar varst að vinna. Það var ákveðin hefnd að segja upp hjá mannskynni sem var rak Stefán. It's out of the bag, guys.
Sorry, þetta var... Ok, rétt upp hann. Hvað segir þið? Þetta var hefnd að segja hjá fyrirtækinu sem rak Stefán. Býtu, ísbúðin á Faxafjallbraut. Stefán, ég áður, þið verða starfsmaður mánaðarins og þér verða að hætta, ég ætla bara að walk away. Ok, ekki vera að gera grín á hann. Nei, þetta var byrjulega-verkstæðið á Faxafjallbraut. Herri, frábært takk fyrir þessu. Einhver annar sem er tilbúin að deila? Já. Fórst í baby shower? Ok, geggja. Þitt eigið það? Þú ert svo ungleg. Ok. Hvað segirðu? Ok. Ok, fyrirgeðu. Er hann ekki örugglega pabbinn samt? Ok, geggja. Og hvernig var það revílað? Nei, baby. Þetta var ekki baby gender reveal, ég glemdi. Það er þetta gott, skrifið þið á mér. Hvað partí er þetta? Hvað er þetta? Þetta er baby show. Gafi. Hefurðu farið í mörg baby shower? Nei, mér fannst ég heyra, þú var svo spekt. Var það surprise? Fyrir hann ekki með ég. Já. Ok, stelpur, það var svona baby shower en það er surprise fyrir mömmu. Mamma veit ekki að ég er ólétt og ég ætla að segja þetta fyrir framan ykkur. En má ég spyrja, og þið voru að fela ykkur inn í einhvers konar íbúð, eða ekki? Einhvers konar íbúð? Þið voru ekki bara baka ykkur runna? Hvað segirðu? Já, þið stóðu það. Já. Og voruð þið ákveða einhvers konar óskilgjöndu rými. En voruð þið bara ákveða hvað þið myndið segja? Já, það var umræða. En það ekki, þarna er ég að koma að staði. Og hvað sögðu þið? Alls ekki, það var eins og kom til okkur að segja stelpur ef við segjum óvænt, þá var bara jú. Nákvæmlega, einmitt. Það segja bara óvænt. Já. Og hvað sögðu? Hvað sögðu þið? Sögum surprise. Varst þú svolítið full? Ok, geggja, já, er einhverju fleiri með sögur sem tengja Stefáni? Ok, það þurfa ekki að tengja Stefáni. Eða Faxafjallbraut. Bara eitthvað. Ég kom frá því að hann væri með Íslandsmynd í kraftlyftingu. Þetta er bróðir minn, ég var að tala um Stefán, af því hann er að kenna systur minni sem setur við hliðina á þannig við vorum að tala um Stefán. En ef að leyfa honum að segja svo? Já. Þetta er fyrrverandi yfirmaður Stefán. Já, fyrirgeðu, já. Og veistu hvað hann tók mikið í bekk? Ég hélt einmitt að ég gerði ráð fyrir að hann var með í bekk, Nei, ég vissi ekkert, Mist var að reyna að segja, þetta var óljós. Ég vil fá þetta alltaf hreint, hvar voru þið? Bóka, fyrirgeðu. Já, nei, ég bara... Þetta er sem sagt saga bróðir sem segir systur sinna þriðji aðeins sé kraftalyftingamann. Já. Nei, við vorum í bókaútgáfu. Og þannig að það var einhver að kynna bók og þá segir... Það var í forlæginu og forlagsins. Og Gunnlega segir, veistu, ég þekki einstaklega. Akkur ert þú að það? Hvað segir, hvaða bók? Alfa eftir Lífi Sjörónsdóttir. Já. En voruð bara... En svo allt í einu að leiti á Gunnlaugu og spurði Stefán, hvað það er improv? Af hverju er ekki kraftlyftingu? Og kom svo að því að það var Íslandsmeistari. Kristján Frosta, af hverju er hún ekki í stjórnmálum? Já, og hann er sko með Íslandsmetið og það er ekki 220 kíló í backpressu. Og ég eiginlega verði að segja eina sögu að Stefán er líka slóði. My God. Ég fór með honum í... Sem það þarf rauðina, allir segja sögu að Stefáni. Já.
En vöðvarnir á bakkinu á honum. Grátbyrð. Hann er búinn að segja þessi sögu svona 7 sinnum fyrir fram á mig. Já. Ég er búinn að heyra hana nokkrum sinnum. Er þetta ekki komið? Jú, ég held það. Það ekki? Við erum með hérna einu viðbót. Já, vilt fá einu viðbót? Já. Mér langaði bara að vita hvað með þessa vöðva. Nei, ég bara, þú veist, þetta er svakalegt, sko, af því að við vorum í, útiklefanum. Stefán, ég er hrósa þér. Já, algjörlega. Og þú veist, ég bara svona áttaði mig ekki á því, sko, magnið af vöðvum sem þú þarft að hafa til þess að lyfta, þú veist, 220 kíló er svakaleg þyngd. Og þetta eru sko vöðvar sem eru bara, ímyndið ykkur, þetta allt hérna sé bara vöðvi. Það eru svoleiðis stykki. Ímyndið ykkur þessi stóðsverðna sem eitt vöðvi. Og í lokinn ætlum við að sýna ykkur sem bakið á Stefán. Loka aðrið okkur í kvöld. En ég er bara svo stoltur að þér. Eins og tengdamáðið þín. Og vinnufélagið. Fyrirverandi. Finnst þú svona eins og stór? Þess að 200 kíló að það? Erum við góð eða? Já. Við erum góð. Herri, ok. Við vorum með vinnumanninn. Atvinnuviðtalið. Baby showerið og bóka, eða bara bróðir minn. Og svo Stefán. Og svo Stefán, já, sem er eins og stór. Já. Ok, takk fyrir söguna! Hei, já, þú ert einkaþjálfari? Já. Ok. Þetta er flott. Ég var til í bara, ég er að koma í fyrst sinn í rættina. Og ég er bara að læra á tækin og tólun og gleðis. En ég vil svona enda með því að bakið á mig verður svona. Eins og þessi stóll hérna. Þetta er besta myndlíking sem ég get fundið, en eftir 67 mánuði þá verð ég með svona bak. Ég var aldrei stigið fæti inn í einhverja ræktaðið, mataræði alveg í klessu og ég drekk eins og sjómaður. En eftir 6 mánuði ætla ég búru ofan að sýna konunni minni alvöru bak. Þetta er alveg gerlegt. Ok, flott. Og bara ég er þinn leið til að móta. Þetta er mjög óvenjuleg bón. Já. Venjuleg fólk bara biðjum, þú veist, að vera eins og, Stefán heitir hann. Já. Maður sem ég er búinn að vera að þjálfa svolítið mikið. Veit ekki hvað það er. Er venjulegt fólk að biðja um að vinna? Ástu mín, komið inn endilega. Ok, þetta er svolítið óvenjulegt, en Stefán minn er búinn að vera í ræktinni. Þannig að ég ætla bara að bjóða ykkur, Stefán, ef þú sest bara hérna. Svona? Já, einmitt. Ég er með smá surprise fyrir ykkur. Þannig á meðan við borðum, þá getið þið bara setið hérna á bakinn á hann. Þið haldið kannski að þið séu að horfa í gegnum mig og þið sjáu stólinn sem er undir mér, en bakið mitt er einn vöðvi sem er eins og stóll. Helvíti skemmtilegur engaþjálfari í vörgla sem gerði þetta fyrir mig. Þetta er alveg eins og stóll. Fáðu ykkur sæti, ég man ykkur, fáðu ykkur sæti. Af því að það hanga svona fætur. Hvernig dyrfistu að talast með bakið á? Nei, fyrirgeðu, ég bara aldrei séð annað eins. Þetta er bara venjulegt bak, sjá. Þetta er eins og allir myndu útskýra hvernig bak er, ok? Það er sæti, bak. Stelpur, ég segi ykkur að ég hef aldrei verið jafn sjúkja núna. Nei, ég meina það er draumur hverja kona geta sest á bakið á manninu sínum. Veistu hvað þetta er gott í útilegu? Ég er bara að sesta þess á jörðina og hún Hulda mín getur bara að sesta bakið á hann. Já, þið veitir hvað ég verð sveitt í útilegu. Já, það vandamál er aðalega svita. Hún er svo sveitt í útilegum að hún þarf sér stól, gerðan úr húð, til að leysa það vandamál. Og kemur gustur á bakið og allir sveiti á bakumúr. Og þess vegna fórstu í þetta? Þess vegna fór ég í þetta var surprise, ok? Hann gerir allt fyrir mig. Já. Og nú er ég að fara aftur til engaþjálfara hans og ég ætla að fá svo mikla vöðva hérna á maðanum að þeir eru eins og lítið borð. Við getum bara borðað þar og skorið ávexti og okkur með skemmtilegt. Og ég er orðinn þreyttur að þið takkið mig inn í fjölskylduna. Já, og þið sé svolítið skrýtin. Já,
nei, þetta er svo óvænt og ég velti líka fyrir mér út með borðið framan á þér og stólinn aftan á, bara upp á praktík, ef að Hulda situr á bakinu á þér og ég bara... Sko, ok, ég ætla að fara hérna að fá mér einn bjór hérna inn í eldhúsinu og síðan ætla ég, ó nei, ég þurfi að slökkva á pönnunni, ég glemdi að slökkva á hellunni. Algjörlega, en ég ætla bara að láta, viljið þið bjór? Oh my god, ég glemdi að slökkva á henni í hellunni. Ok, ég bara segja ykkur að ef einhver þjálfur, oh my god, ég hafa áningi gangi líka, guð minn góður. Og ef ég þarf að ferðast íbúðina, þá bara sest ég svona upp á stólinn. Það bara svona. Svo hægilegt. Vá, ég finnst að ég... Hey, ég ætla að segja random staðreind við ykkur. Í spunasinum má fólkið inn á sviðinu ekki karta senuna. Það er fucking hálfur. Já. Ok, þannig þegar hún kemur inn, þá bara öskrum við allar í einu og við bara segjum allar sama orði. Ok, hvað orð? Það bara hæ, eða bara kannski svona hæ, það er ólétt, hugsaði ég hugsaði bara eitthvað kannski Guð heldur hún veit ekki, hún veit kannski ekki, hún er ólétt. Já, kannski óvænt barn. Þú svafst hjá. Það er mjög gott. Þú svafst hjá. Hún á samt að vera að koma bara núna á... En ok, en bara komin. Ok, óvænt, eða... Nei, það er fljóta stelpur. Surprise baby in the belly. Já, surprise baby in the belly. Það er eitthvað svona óvænt, En hún fílar samt horrormyndir. Já. Kannski getur við eitthvað spila inn í það. We kill you! We will kill you! Það er persónleg baby shower. Við klippum yfir í hálftíma seinna þegar fólkið að koma inn í íbúðina. Ok, þá fer bara leggingin. Það er allt í lagi, þú viljir ekki gera mig að ömmu. Ég set enga kröfu á þig. Æ, mamma. Já. Þú veist alveg ég vil gera þig ömmu. Engin pressa. Þú var ekki alveg þessu? Ég held að þetta var löndingin. Nei! Að skjóta hana? Já, við bara vildum að passa. Þú veist, við varum bara að tala við erum búin að horfa á. Hvað er að gera? Klippum rétt svo kortir tilbaka þegar þið komist að þessar ákvörðun að þess að fatta að hún var búin að komast að þessar. Kannski við skjótum hana bara með konfetti. Já, skjótum orðum á hana. Skjótum frá hana. Velkomin í þennan stað í lífinu þínu. Ég þarf að sjókast að búið mig. Og mér finnst skrítið þetta með I kill you. Ég skil ekki alveg akkur við ætlum að segja I kill you. Allt mun breytast. Já, við segjum bara allt mun breytast. Pang! Allt frá... Já, ok, þá er það lendingin. Ok, þá er það lendingin. Köttum! Hvað er þessu vinnu? Hvað þú þessa vinnu? Herru, ertu tilbúið? Já. Þá getur bara fengið sér hérna inni. Eru þið svona að trufla inn á klósetti? Hvað segirðu? Eru þið verið að trufla svona inn á klósetti? Já, bara út af því að það var, ég sá það á ganginn maðan þegar ég tók síðasta í viðtal sem varstu horfinn. Ég ætlaði bara, hvort það var ekki alltaf læg. Jú, allt í góðu. Hvað varstu að gera? Bara undirbúa mig, fara að pissa, gera smá svona Ok. Hvað er að skrifa? Það niður bara aðtöða niður punta og eitthvað svona. Ok, gott. Jæja. Þú heitir? Magnús. Einmitt Magnús. Já. Varstu búinn að senda mér fyrirskóna þína? Já, ég sendi hana á e-mailið hana. Einmitt. Ég er með hana fyrir frammi. Já. Veit ekki að hverju spurði? Nei, einmitt. En þú eru líka til í að djóka á skrifstofunni? Einmitt. Næs. Ég væri ógeðslega til í að verða svona bílakall. Já, það er mikið af bílaköllum hérna. Geðveikt. Þannig að bara keyra kannski ruslabílinn eða eitthvað. Já, þú ert að sækja að keyra ruslabíl. Já, einmitt. Ertu tilbúinn að taka rusl? Já. Og tæma rusl. Við vöknum mjög snemma. Er það? Já, við vöknum mjög snemma. Ok. Mjög gott!
Mjög gott. Við erum nefnilega með grimma hunda í kringu ruslinu og við erum að hræða þá í burtu. Já, ég er búinn að vera að æfa mig. Ég heyrði það nefnilega. Að því vinur minn, hann mælti kannski með mér. Hann heitir Héðinn, hann er að vinna í Grafavænum. Héðinn? Já, Héðinn var einu sinni að vinna henni. En ekki lengur. Einu sinni? Já. Hvað kom fyrir? Ég raka hann. Vá, þú ert sterkur. Já. Mjög sterkur strákur. Hæ, ég kom með kaffið. Oh my god, takk. Gæt. Það er bara allir svona. Þetta er dóttir mín. Fínasta eintak. Hún er ekki gerð úr afgöngum þessi. Hún er ekki gerð úr afgöngum. Herra minn, ég myndi aldrei. Ég myndi ekki einu svona hugsa það. Myndir aldrei. Myndir aldrei. Sofa hjá dótturinni. What? Varstu ekki að gefa það skinn? Nei, hvenær? Hvenær átti ég að gefa það skinn? Að hún væri búin til úr afgöngum. Já, bara eins og rusli. Við lítum niður á rusli, við flokkum það. Já. Hún er bara gerð úr bara okkur fínustu beinum. Fínustu beinum. Já. Myndið þú aldrei sofa, veistu hvað þetta særir mig og fjölskyldu mína? Ég er alvöru. Og hvað sagðirðu við pappa minn? Ég get ekki. Alveg sama, þú veist, hvort þú sér gerð úr fínustu beinum eða afgöngum. Hann sagði það við þegar ekki hann pappiðinn. Já, hann sagði það. Já, ég er sko gerð úr rosalega góðum beinum. Það væri sko ótrúlega gott að sofa hjá mér, þannig ég veit ekki af hverju þú ert alltaf að segja nei eitthvað svona núna. Eða bara segja nei, meina ég. Þess vegna boðaði þið hingað á Ski Bar. Því að ég ætlaði að fá að heyra þig eigin persónu. Af hverju þú vilt ekki þessi bein? Einmitt. Já, ég var að fá mér bara svona vatn í dæluvélni hérna. Já, þið eruð að leita nýju barni. Herðu, við erum með alls konar úrval hérna. Hérna erum við með börn bara svona úr fínustu beinum. En þá er þetta að verða með einn svolítið hár, svo færum við okkur aðeins hérna niður. Þá er smá svona, það væri gott að gefa þessum börnum smá mjólk. Ég vil ekki þennan. Nei, þetta er svona úr afgöngum. En verðin eru ótrúleg. Það er mjög ódýrt að fá mig. Þetta er svona Júrashoppir bar. Ok. En er það bara eitthvað aðeins verra? Já, sko, sumir halda nefnilega að Júrashoppir vörur sé eitthvað aðeins verri. Þær eru bara alveg að para. Það er alveg svipar. Ég held að við verðum að fá Júrashoppir baby. Hvað heitir það? Segðu hvað heitir? Ég heiti bara Gunnar. Ég heiti bara venjuleg nafnir svo venjuleg börn. Ég heiti verða bara. Langan tíma að komast að nafninu. En ég meina, Bannabreyta. Já, ég meina, þessi úr fínu beinum segir ekkert og hangir bara einhvern veginn. Þannig að... Við fáum Gunnar, ég minnist við á hana Gunnar. Já. Fyrir spar. Og það meira segja, að fylgir Gunnari, hérna ókeypis greining á ADHD. Sem er ekkert eitthvað svona alvarlegu sjúkdómur þannig séð. Nei. Sumir myndi segja að það væri náðargáfa. Já, algjörlega. Já, það var ekki bara mjög klár, það var bara mjög gott að vera með ADHD. Bill Gates var heldur með ADHD eða eitthvað. En sumir verða glæpamenn. Já, en sumir verða. Ok, krakkar, komið. Markús kom með nýja bróður sinn Gunnar í bekkinn. Þetta er mjög svipað og Stúart litla ævintýrin í fyrra. Nema nú er Markús ekki með mús heldur. Það er með Afgangabróður. En við vonum að þið takið vel á móti Gunnari. Mamma og pappi veldan, hann er úr afgöngum. Já, ég hef samt ekkert verra barn en annað. Og ég hef reyndar aldrei séð þessa myndana, Stúart litla. Þannig að einhver þarf að kannski útskýra fyrir mér ef það finnst eitthvað. Já, einmitt. Eins og í fyrra. Ég fá Gunnar í stólum. Einmitt og ritgerðin út í munnlegu prófi núna Stúart litla. Þetta er enska í Alþjóðnubæk, ok? Og allir átt að horfa á mynd á ensku. Engin texti. En segjum við bara, ok, Stúart litli, ok, segjum bara rétt svo. Mús? Já, ok, mús, já.
hvað gerist þú? Hvernig er músin á litin? Hún er svona brún. Er það partur af prófinu? Það er prófinu, hvernig er hún á litin? Ég er með ADHD litblindu. Já, ok. Þá mælum við það bara. Já. En hvað gerist í Stuart Little? Hann er eins og maður. Ok, þú féllst því miður í prófinu hann Stuart Little. En þú farið endurtekta próf. Takk. Við erum með hérna, horfður á myndina Ratatouille? Nei. Ok, og þetta var erfitt próf. En veistu samt að prófa mig úr því. Ég meina, þú verður eitthvað sjens, ég skal gefa það smá hint. Það fjallar líka litla mús. Nei, ég veit að það fjallar rottu. Úr með þig. Úr regin. Nei, ég er að fara að lesa upp úr nýju skáldsögunum minni. Þú mátt ekki tala í mikrofónu og spurja einhvern bakið á einhverjum vinum. Það er bara, ég ætla að fá að lesa Kæri gestir, já. Ég ætla bara að standa hér, ég er bara að styrkja þig sem þú systir mín, skilur þig. Já, Loki, ég ætla bara að fá að lesa úr sem bók. Hei, slaka maður, tala þú bara. Það var haustvindur og laufin féllu af trjánum. Það var óvenjulegt kvöld í Reykjavík. Loki? Já, hvað maður? Ég þarf að selja þessa bók. Já, bara þetta er flott, já maður. Lögreglukonan Helga vissi ekki viti sínu fjær. Hinrik vinnur þinn. Hann er sterkur eða ekki? Hann átti kannski að vera að lyfta eða eitthvað slags. Hann er. Herru, það er að kynna bókina. Já, sorry, Malcolm, sorry. Það er bara virðing kannski. Já, sorry. Þetta er, þú veist, þriðja bókin. Já, allt í lag. Bara fyrsta sem eitthvað er vit í. Já, ok, sorry. Þannig að þú veist bara, sýniði systur minni virðingu hérna. Já, sorry, afsakið. Þetta er kannski frekar löng Ok, bók og ekkert neina rýðinga fyrir bara 303 eða eitthvað. Ok. Hvað sé 303? Lögreglukonan Helga Og það er svo mikið varið í þessu bók. Það er svo mikið varið í þessu bók og hlustið bara. Rýðing á blaðsíðu 303. Já, ég er að segja. Akkur þú veist fram að eins og það var gert ekkert í bókinni nema rýðingarna á 303. Já, það er bara engin koss eða neitt skilur fyrir bara 303. Hei, ég Loki kann bara vel að meta góða bækur sem byrja heitt framalega. Ok, þessi bók er greinlega ekki fyrir þig þá. Ég þarf að styrkja systur mína, ok? Hætti að tala! Ok. Fuck, maður. Gekk við Laugaveginn og þar rakst skyndilega á lík í Húsasundi. Við getum alveg að halda áfram að tala, það er ekki rýðingar fyrir næstu 300 blaðsíður. Veistu, ég hlaka til þegar ekki rýðingin kemur. Kvöldin 300 blaðsíður áfram. Já, ég vona að þetta væri góð rýðing. Ekki sér léleg rýðing eins og ég er að lesa. Ómækja strafar, þetta verður komin á 301, 2. Þeir eru að lesa alla bókina í útgáfu. Helga lög. Ástu mín, ég veit að það er búið að vera svolítið svona lægð í okkar samlífi. En ég keypti þessa hana bók. Þú ætti kannski að lesa blaðsíðu 303. Hvað er nú þetta? Lilja Sigurðardóttir. Sjá, þetta er nú bara frekar wow. Hvað höfum við ég? Herðu, ég tek kannski bara með góður, já. Og kannski tekur aðeins svefngrímuna líka. Vá. Kafli 16, rýðingarnar. Hún var komin úr axlaböndunum, svitinn draup niður á... Aldrei hætta! Varaliturinn út á kinn, hárið upp í loft, smokkurinn á ljósinu. Hún sagði við þurfum hann ekki, er þetta kveik í þér? Já. Ring. Afsakið ástu mín, ég er með... Af því að hann sagði við þurfum ekki smokki, mér langar svo eignast barn með þér. Hæ. Þetta er bara tengdamamma þín. Já. Ég var nú bara að spá hvort þú værir ekki að bara góður og að... Vonandi ekki að lesa. Ring. Halló. Hæ, þetta er nú bara tengdamamma þín hérna. Hæ. Ég var að pæla í hvernig þú væri ekki góður. Jú, mjög góður. Ég var að lesa úr bók fyrir hana. Já, einmitt.
Já, verður nú gaman að ég, tengdamamma þín, fengi að heyra líka þínar hugmyndir hvað að gerast í bókinni. Já. Þetta heimasíminn. Halló. Já, þetta hérna tengdapabbi. Ég var að segja hvort þú var ekki góður. Jú, ég einmitt að tala við fyrrverandi eiginkonu þína hérna á línunni. Hérna bókin, sko, henni gengur ágætlega, en kaflinn á blaðsíðu 333 Rýðingarnar Hot Cakes, skal ég segja þér. Heitir lumur. Asinn gott? Já. Ok, frábært, ég var með efasemdir. Ef þú gæti byrjað Rýðingarnar fyrr í næstu bók, kannski bara jafnvel á bókarkápunni, þá var það að selja, sko. Fólk veit ekki heyra lögreglumenn, skinnirka og lögreglukonuna. Nei, sko, Helga lögreglukona, þetta er bara svo djúp saga. Oh my god, ég er að safna leiði, það er ekki að ríða. Hæ, hérna, ég á nefnilega að koma í Eymundsson og kaupa kjörbók í íslensku. Eru þið með nýju bókina hennar Lilju Sigurðardóttur? Með hana koninu og kallinum á forsíðunni. Hvað ertu gamall? Ég er orðinn 16. Já. Hvað ég velji bara einhverja bók til að fara með heim, ég veit ekki, þessa, Rýðingarnar, ég er engan áhuga á þessu, skilur, ég elska bókmenntir, en ég ætla að koma. Þú var þannig allan tíman, já. Engar áhyggjur, við fáum nóga svona dónaköllum eins og ykkur í búðina. Nei, ég er dónleg, ég vissi ekki eins og hann er dónleg, ég er að lesa sjálfstætt fólk eftir Laxness. Eða independent people. Independent people. Ég er bara 16 ára. Það er allt í lagi, þetta er bara bókmenntir, sko. Já, ég ætla að borga. Já, 7.999. Já. Ég er 35 ára. Þú sagði hvað þú varst gamall. Sko, já, einmitt. Get ég fengið þessa? Hérna, allir dildóðnir á þar sem ég vinn sem hóra eru bilaðir, þannig ég ætla bara að nota þetta í staðinn. Er það ekki svolítið miklar upplýsingar til þess að kalla yfir heila búð? Þú kallaði hann dónaköll. Þú ert hóra og allir dildóðnir eru bilaðir á vinnustæðinu þínu. Já. Það er einhverja skrifstofur fullt af dildóðum. Hands off the merchandise. Sorry. Ok, loksins, það er allt bilað, nú getum við stofnað bókaklubbinn. Frábært. Oh my god, hérna, ég ákvað að velja sjálfstætt bók. Frábært. Eftir Laxness. Hæ. Hæ. Ert þú nýja kynlífsverkakonan í þessu húsi? Ég er að koma bara í bókaklúbbinn. Já, verður velkomin. Já, takk. Við erum að lesa sjálfstætt fólk. Já, ok, æði. Æði, Is this the right place? It's me, Killian. Independent people. I've heard it's really good stuff in this book. Yes, have a seat. Who are you talking to? Well, there's paparazzis everywhere I go. Yes, have a seat. We're just getting started. Við ætlum semast að ræða hlutverk kvenna í Independent People. Hérna, og endilega, ef þið erum Já, ég verð að segja að hérna, Ásta Sóllilja er bara frábær söguhetja fyrir íslenska konur, hvernig svona íslenskt feðraveldi hefur barið á íslenskum konum bara í gegnum aldir aldana og Svo satt. Já. Og ég verð að segja að meðist einhvern veginn feðraveldi smjúga smá í gegn með því að heiðra Bjart skilur sem einhverja hetju. Þú veist, þannig að meðist ótrúlegt hvernig fólk svona skiptist í tvær fylkingar, annarkvort að einhvern veginn sjá Bjart fyrir sér sem einhvern skonar frelsishetju fyrir íslenska þjóð versus einmitt hvernig hann er einhvern veginn birtingamenn feðraveldisins í íslensku samfélagi. Og þetta var ástæðan fyrir því að Laxness var hættur að bera íslenska nemendur í skólum. Það er bara þannig. Þetta var úthugsuð sena. Takk fyrir! Þetta er sýningin okkar, takk fyrir! Við verðum hérna aftur 30. nóvember, síðasta sunnudag í nóvembermánuði. Takk kærlega fyrir sögurnar ykkar og takk fyrir að koma í kvöld. Takk fyrir, sjáumst seinna!